Hæ. Hæ. Ljómandi. Þá byrjum við. Þá segi ég aftur, hvernig hefur þín upplifun verið á síðustu 24 tímum? Bara alveg frábær, sko. Ég var einmitt að hugsa þetta áðan. Ég held að það sem að kannski svona, maður minntur á það á hverju maður kemur á svona viðburði, á hverju maður hefur, á hverju maður einhvern veginn finnur sig alltaf í verkefnum þar sem maður reynir að næra ástríðuna fyrir þorpinu, svona þorpsástríða og þegar maður einhvern veginn stendur frammi fyrir fólki sem að stendur frammi fyrir sjálfum sér eða sér ástríðuna sína í öðru fólki, þá var myndur á það að þú veist hvers vegna, af því að þetta er ótrúlega dýnamískt, þetta er svo ótrúlega dýnamískt viðfangsefni að velta fyrir sér sko þessum sérstaka og fallega teningi sem að þorpið er, sem að samfélag er og hvað það er sem að fær það til að tikka, hvað er það sem fær það til að þróast og hvaða breytingar eru það og hvaða kraftar eru það sem eru að verki til þess að gera þorpin að því sem þau eru og það er svo nærandi að fá input annar staðar frá, fá fólk sem að nálgast hlutina öðruvísi með ólíka bakpoka, sér hlutina með öðrum augum sem einhvern veginn svona hjálpa manni sjálfum að ná sér upp úr hjólförunum sem við festumst alltaf í sko, í eigin pælingum sko. Talandi hjólför, það stundum talað hjólför hugarfarsins og þið voruð að ræða ykkar hópur, hugarfar í samfélaginu. Hvaða máli skiptir það í sambandi við nýsköpun í dreifðum byggðum? Sko ég held að, þú veist, ástæðan fyrir því að við tölum alltaf hugarfar þegar að velta fyrir okkur bara byggðaþróun og þú veist, það er ástæða fyrir því og þetta er ekkert eitthvað sér íslenskt eða sér vestfiskt og af því að við höfum líka fengið dæmi utan á heimi. Þetta er bara hvernig samfélögin okkar hafa þróast. Minni samfélög, smærri byggðir, hafa tilhneigingu til þess að vera sko sögulega í dálítilli varnarbaráttu. Það er að segja að út af því hvernig samfélögin okkar hafa þróast, að við erum að færa okkur inn í þessi svona stóru borgarsamfélög og í mjög mörgu tilfellu þá eru minni byggðirnar svona eru dálítið að horfa í baksýnisspegilinn, eru að horfa allt var best í gamla daga, horfa til mektaráranna þegar togarinn var og þegar allt var rósrautt og í blóma sem það náttúrulega var ekki, en þannig höfum við tilhneigingu til að horfa á fortíðina. Kannski var það voða veikburða og þess vegna var þessi skeið hnignunar, en við erum að tala hugarfar vegna þess að þegar þú ert sko, þegar hugarfar í heilu þorpi er dálítið svona háð þessari varnarbaráttu eða reyna að endurvekja einhverja fortíð, að þá bognar svolítið bakið þitt sko. Þú bognar svolítið fram og þú verður svolítið linur. Þannig að við erum að tala hugarfarið vegna þess að það skiptir svo miklu máli að blása lífi í þennan þorpslíkama. Og þess vegna skiptir það máli, þess vegna skiptir hugarfar máli að hugarfar er svo ofboðslega mikill kraftur í kringum það hvernig nærum við nýjar hugmyndir. Hvernig fóðrum við og nærum viðhorf til breytinga, hvernig verðum við móttækileg fyrir nýjungum. Hugarfar skiptir gríðarlega miklu máli og þá þurfum við svolítið líka að aðeins að ná að blörra dálítið baksýnisspegilinn sko. Við þurfum að byggja upp þannan jarðveg þannig að breytingaróttin verði ekki allsráðandi. Það er þessi breytingarótti og stundum er líka talað sko, hvernig hugarfar er gagnvart mistökum. Er leyfilegt að gera mistök, er leyfilegt að takast ekki eitthvað sem svona forsenda fyrir því hvort einhver þorir að fara af stað. Akkurat. Þegar við vorum að gera þessa vinnustofu og ég er mjög ánægð með hvernig hún tókst til, þá var mér hugað tilbaka þegar við vorum að skipuleggja þetta og láta okkur detta þetta í hug og ég hugsaði, hvernig gat ég verið viss þetta myndi virka? Þetta er svo augljóst núna en já, þetta er svona, en auðvitað vissum við það ekki. Og Já, og er það ekki líka sko tenging við hugarfarið í þorpinu út af því hvernig saga og þróun þorpsins hefur verið, að þá er kannski ekkert óeðlilegt að fyrstu viðbrögð við einhverju nýju, einhverju klikkuðu, einhverju sem hefur ekki verið áður, eða jafnvel einhverju sem á að reyna að byggja á einhverju gömlu en skaka eitthvað nýtt utan það, þá held ég að svona viðtekna viðhorfið í þorpinu sem mjög oft sko, þetta er aldrei að fara að virka. Þetta, þú veist, ég meina viðhorf til ferðaþjónustu í dreifðum byggðum sem að nú er orðin sko stærri atvinnugrein heldur en grunnatvinnuvegurinn var sko, það er ekkert upp úr þess að hafa. Það var viðurkvæðið.
En þá spyr ég aftur, eitthvað í hugarfari þorpa eða dreifðra byggða sem getur nýst nýsköpun eða sem svona einkennandi sem getur verið akkur í nýsköpun? Algjörlega, vegna þess að það sem fylgir þessu hugarfari líka svona þessi gagnrýna hugsun. Að neyða þig sem, segjum að ef ég í samtali við frumkvöðulinn, að neyða þig til þess að spyrja sjálfan þig og svara knýjandi spurningum. Þú veist, ertu búin að hugsa út í þetta? Já, en þetta ekki að fara að virka út af þessum kröftum. Þannig að ég held að sko, það alltaf, jafnvel þó að við höfum eitthvað við hugarfarið að athuga og það sé ekki nógu móttækilegt, þá samt alltaf eitthvað gott í því að mæta í rauninni þessum knýjandi og krefjandi spurningum og þessum mótbárum. Láta þig aðeins fara að hugsa um það. Nýsköpunarumhverfið og þetta svona startup sena, hún á líka til að týna sér algjörlega í einhverjum bublum og einhverjum draumaheimum. Þannig að það er líka svolítið flott að fá þetta, til hvers þetta fyrir hvern? Af hverju erum við að gera þetta? Hvernig gagnast þetta okkur? Líka mjög eðlileg spurning Þorps. Sem ekkert oft verið að spyrja sig í einhverjum tækni nýsköpunar geira. Hvað græði ég á þessu? Ákveðlega við kannski. En hvað datt ykkur huga væri þetta að gera svona eitt skref til þess að hafa áhrif á það á hugarfarið? Til að hafa áhrif á hugarfarið. Sko, það sem okkur datt í hug var í rauninni sko, í staðinn fyrir að horfa á breiðumyndina, að horfa á hvert þorp fyrir sig, það gæti verið í formi verkefnis eða átaks, þar sem að við erum að taka eitthvað eitt fræ, eitthvað eitt verkefni, eitthvað eitt lítinn sprota í hverju litlu samfélagi fyrir sig og hamponum, lyftunum svolítið. Og þá ég ekki að meina sko lyftunum þannig að við ætlum að reyna að koma honum í einhverja landstekkandi fjölmiðla, heldur ekki hvað síst að hamponum inn á við. Að vekja samfélagi til umhugsunar eitthvað sem þegar í samfélaginu. Og að því það þannig í öllum samfélögum, sama hversu mikið við höldum að þau séu stöðnuð eða í skeiði hnignunar, að það eru svona perludropar, það eru svona fræ í öllum samfélögum. Að það geti verið einfalt átaksverkefni eða meira sem bara sprotaverkefni í sjálfu sér, að í hverju og einu þorpi að finna eitthvað til þess að hampa hvetja, vegna þess að sko, ég trúi mjög mikið á mátt hróssins og hróskúltúrin ekkert rosalega ríkur í umhverfi það sem að viðhorfið dálítið svona beitt í bakinu. Þetta svolítið eins og þegar þú hrósar opinberum starfsmanni. Það svo langt síðan það var gert síðast að hann veit ekki hvernig hann á að bregðast við því. Og það held ég að eigi svolítið við. Ég held að við getum komist svolítið langt á því að í rauninni bara að eyrnamerkja og identifæja hugmynd, sprota, fyrirmynd, eitthvað sem að hefur möguleikana til að verða eitthvað og hefur gildi fyrir samfélagið og tala og eyrnamerkja hvað það nákvæmlega sem að þetta verkefni að færa okkur. Því að það mun smita út frá sér. Ég held að þetta geti líka skipt máli að skoða þetta svona mikró, að því að við erum ofta að mæla svona heildar styrkina eða útkomuna, en hún oft kannski 5 árum eftir því sem að gerast á jörðinni. Akkurat. Þannig að það kannski einhvers staðar, kannski á Reyðarfirði, núna verið að bara leysa einhver stórkostleg vandamál heimsins. Já. Við myndum ekki sjá það í stóru tölunum, heildarsamhenginu. Og einmitt þess vegna hugsuðum við þetta þannig, farðu smærra, farðu meira inn í nærsamfélagið, vegna þess að okkur hætti líka til þess þegar við erum að hampa verkefnum eða hampa sprotum eða hampa einhverju sem við viljum að fá í viðurkenningu. Það frábært. En við gerum það oft svolítið á stærri skala og það nefnilega einn kraftur og einn faktor í þorpsmenningu og landsbyggðarmenningu sem hrepparígur. Og það getur oft orðið til þess að við erum svolítið að næra hrepparíginn þegar við erum að taka út eitt verkefni sem við hefðum kannski átt að hampa fyrir 5 árum á smærra leveli og þá erum við svolítið þá erum við enn og aftur farin að láta nærliggjandi þorp bítast innbyrðis einhverja eina kórónu í staðinn fyrir að vera bara með minni kórónur á minni skala og meira lokálgrunni og fara inn í nærsamfélagið. Frábært. Þá þakka ég fyrir þetta. Sömuleiðis. Þá þessum hluta lokið og þetta eigum við að eilífu til að geta kíkt á þegar við erum orðin algjörlega steikt í hausnum að því hvað við erum að gera og af hverju við erum að gera það og hvert við erum að fara, þá getum við kíkt á vídeóin frá vinnustofunni. Takk fyrir kærlega.